Já, góða kvöldið, verið velkomin til leiks á Víkingu TV. Það leikur Víkings og Valu að hefjast í grill 66 til kvenna og þetta verður vonandi bara jafn og spennandi hörkuleikur. Og stelpurnar átti ekki góðan dag í síðasta leik en nú er ráð að snúa því við. Valur með hörkulið. Þetta eru stelpur sem hafa verið í mjög öflugum yngri flokkum Vals sem hafa náð í titla. Virkilega öflugur hópur hjá þeim. Mjög efnilegar stelpur sem eru farnar að banka fast á aðaldyrnar hjá aðaliðinu og það verður áhugavert að sjá hvernig þetta þróast hérna á fyrstu mínútum, en leikurinn farin í gang. Valur í 5-1 vörn. Það Karlotta Óskarsdóttir sem hérna fyrir framann hjá Val, uppalinn í KR. Ég þjálfa hana í 7. flokk. Mjög efnilegu leikmaður. Glæsileg sending frá Auði inn á línuna á Steinunni og Steinunni með gott mark. Og Valskonur ekki lengi að svara. Karlotta með gott mark úr horninu. Já. Víkingsliðið fer hérna í kerfið Oleg og Kara Rún Árnadóttir sjött. Norðan konan skorar hérna virkilega gott mark úr hægra horninu. Og aftur svara á alls konur hæl. Og þá það Alana Elín Steinarsdóttir Falk sem skorar hérna á línunni. Virkilega kröftug byrjun hjá báðum liðum. Komin 6 mörk á fyrstu 2 mínútunum. Hátt tempo í þessu og gaman að sjá hvernig leikurinn fer af stað hérna. Virkilega vel gert hjá Örnu Þyrí. Hún feikar að fara í kerfið Oleg en ákveður að fara sjálf og skorar. Og enn og aftur svara Valskonur hæl. Elín Rósa. Og þá það Kara Rún. Og staðan orðin 5-4. 9 mörk á fyrstu 42 mínútunum. Þvílík byrjun á leiknum, verð ég að segja. Þetta bara virkilega mikið tempo hérna og bara hörku gæði hérna upp á mínútunum. 5-5 eftir 3 mínútur. Og
Auður Brynja með gott mark úr skyttunni. Já, Karlotta fær hérna gott færi úr horninu en bregst bógalistinn. 6-5. Mikill hraði hérna og góður taktur og kraftur í báðum liðum. Hérna var dómarinn aðeins og fljótur að flauta. Kara búin að ná frákastinu og var eiginlega komin í dauðafæri. Og Helga reynir hérna að fara milli 1 og 2 en já, þjálfara Víkings er Jón Gunnlaugur og Andri Berg kalla hérna Oleg aftur. Þetta er ekkert annað en vítakast en Eyþór Jónsson, annar dómari leiksins, hefur ekki séð þetta. En ég get ekki betur séð en að hornamaður Víkings Guðlaug Embla hafi slegið hérna í höndin á Sigurlaugu. Og Arna Þyri með virkilega gott mark. Staðan á 7-5. Hún lyfti sér hérna upp og setur hann í fjærhornið. Signý Pála í markinu að mætti nær. Stórkostleg byrjun hjá Víkingsstelpum. Allt annað að sjá til þeirra frá því síðasta leik í fyrradag. Vonum að þetta haldist svona áfram. Já, þá er það Ásdís Þóra Ágústsdóttir, dóttir Ágústar Þórs Jóhannssonar með hörkumark. Ásdís Þóra búin að spila mikið með aðalliði Vals og staðið sig mjög vel. Ein af allra efnilegustu handboltakonum landsins. Já. Já, Arna Þyri fær á sig skref hérna. Vals með fara hérna í einfalt kerfi, 1 vinstri, svo kallaður. Línumæðurinn milli 1 og 2 og hornamaðurinn leysir inn. Já, það er halda áfram í 2 línum, 4-2. Og Elín Rósa skora gott mark. Staðan á 7-7 eftir 7 mínútur. Alana náði ekki alveg að grípa hann hérna. Virkilega fín sending hjá Auði. Alana óheppinn. Já, þarna hefði Auður mögulega bara átt að fara í 3. skrefið og lyfta sér upp. Ida Margrét með hörku skot og gott mark. Gulli fer hérna í leikli aðeins að fara við málin eins og ég er búinn að
tala tempóið á leiknum fyrstu 8 mínúturnar er hreinlega ótrúlegt. 15 mörk á 8 mínútum er eitthvað sem maður sér ekki oft í þessari deild. Og á einhverjum tímapunkti þarf aðeins að róa leikinn og spila mjög agað og skynsamlega. En það er erfitt að hlaupa allan fyrri hálfleikinn á þessum tempói og þessum hraða. Já, virkilega góð rykking hjá Steinunni en hún var mjög nálægt í að grípa þennan bolta. Já. Já, Valur fer bara í einfalda innlýsingu hérna og Karlotta klikkar. Já, þarna lá ekkert á. Núna þurfa stelpurnar að vera svolítið klókar og fá kannski 30 sekúndna sókn og stilla vel upp og fá framhaldsspil og velja besta sénsinn. Það er ekki hægt að keyra í allan hálfleikinn. Þá verða tæknifélagarnir fljótir að koma. Já, Auður fer hérna á miðjuna. Arna þér í vinstra megin. Hérna er ekki mikið samræmi í dómgæslunni, satt best að segja. Hérna hefði Steinunn getað fengið vítakast. Jæja stelpur, nú megið aðeins róa leikinn, stillu upp. Það liggur einfaldlega ekkert á. Það eru 10 mínútur búnar og þarna var bersýnilega fótur á leikmann Vals en dómarinn var ekki var við þetta. Þjálfari Valsu, Dagur Snær Steingrímsson, var ekki ósinni, vildi fá víti þetta. Virkilega vel varið á Emilíu Dögg Sigmarsdóttur. Sigmar Arnórsson, faðirinnar, væntanlega að horfa heima í stofu fyrir norðan heiða. En virkilega góð sending frá Helgu yfir á Örnu Þyri. Arna Þyri kom að góðri ferðin í boltan og átti gott skot en rétt yfir. Já,
Gulli aðeins að rótera liðinu, mjög skynsalegt, mjög klókt. Það búið að vera mikill hraði og tempó hérna sem ég búin að margoft koma inn á. Nú þarf að fá góða 30 sekúndna sókn og fá gott mark. Já. Já. Bara róa, stilla upp. Ólöf Kristín komin í hægra hornið. Ester Inga hérna í hægri skyttuna. Frábær línusetning hjá Örnu. Steinunn óheppin, skýtur þetta framhjá. Og það er Elín Rósa Magnúsdóttir sem gerir þetta feikilega vel. Skora gott mark. Elín Rósa er greinilega mjög klókur leikmaður. Og þá er það Eva Ásdís Ögmundsdóttir sem kemur hérna inn í vinstra hornið. Gulli aðeins að rótera liðinu sem er hið allra besta mál. Já, víti og 2 mínútna brottvísun á Ídu Margréti. Það verður nú bara að segjast alveg eins og er að þetta var frábærlega gert hjá Helgu. Hoppaði upp og driplaði rétt á hann og lendi og prjónaði sig hérna í gegn og fær gott víti. 2 mínútna brottvísun. Og Arna Þyrí skorar hérna gott mark. Staðan orðin 8-9. Valur tekur markmann út af til að spila 6-6. Katrín Guðmundsdóttir komin hérna fyrir framann í vörnina. Já, kera, nei, jú, enginn í marki að sjálfsögðu. En Emilía virkilega óheppin, skýtur í stöngina. Það var stundarsakir, var ég búinn að gleyma því að það var enginn í markinu. Já, Val. Vá, þetta var virkilega góð gafnreifing hjá Elínu Rósu. Þetta var algjör gæðafinta, mikil sprengja í þessari hreyfingu. Arna Þyrí nær hérna í hornið. Boltinn þarf að vinna áfram yfir og hornið laust. Virkilega vel spilað. Ólöf Kristín bregst hér bóðalistinn, skýtur í þessa klassísku millihæð sem að markmenn eiga
hvað auðveldast með að verja. Já, klassavörn, virkilega góð hjálpavörn þarna. Þá það Hanna Karen Ólafsdóttir með virkilega gott mark úr horninu, svífur hérna vel inn úr horninu, býður í loftinu og setur hann í fjær. Óleik vinstri kallar Arna Þyri, hún leysir væntanlega hérna inn. Já, rauningur. Ekki hægt að dæma neitt annað. Staðan orðin 11-8 fyrir Val. Nú svolítið mikilvægt að halda sjó og halda einbeitingu og skipulagi. Missa Valstelpurnar ekki 6-7 mörkum fram úr sér. Já. Helga komin hérna á miðjuna. Arna Þyri fær smá hvíld. Hörku skot hjá Auði Brynju. Þetta var alvöru negling af gamla skólanum upp í fjær. En Ásdís Þóra svarar hæl. Valskonur ákaflega fljótar að svara og að refsa andstæðingnum. Auður óheppin hérna og Signý Pála ver vel í markinu. Ég var alveg viss að Eva ætti réttin á þessum bolta. Hún hefur verið fyrst til þess að ná honum en dómararnir á öðru máli. Og Hanna Karen Ólafsdóttir með gott mark úr horninu. Eins og ég talaði á hana, það er gríðarlega mikilvægt að halda þessu í 2, 3, 4 mörkum, ekki meir en það þegar farið inn til búningsherbyggja. Valstelpurnar getur hæglega verið hérna 7 mörkum yfir, 7-8 mörkum yfir í hálfleik ef að þetta heldur svona áfram. Nei, Eyþór Jónsson, dómari, gefur hérna Valu ákaflega ódýrt vítakast að mínu viti. Elín Rósa
fór hérna bara í góða fintu tilbaka, gaf breytingu tilbaka og fekk frítt skot. Þannig að það var algjör óþarfi að láta þær fá þetta víti. Já. Kemur fín hugmynd. Og staðan orðið 15-9. Nú þarf að passa boltan vel og passa alla tæknifélaga svo að Valstelpurnar get ekki refsað enn frekar. Rúma 7 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Arnarþyr í óöppin. En Hanna Karen skorar úr vinstra horninu. Hennar þriðja mark að ég held. Þetta er hávaxinn hornamaður sem að hoppar vel upp og svífur og horfir á markmanninn, sér hvað hann er að ætlar að gera. Já. En eins og allir sjá sem er að horfa á hana leika, Valslið er gríðarlega efnilegt, enda er þetta stelpur sem hafa verið að vinna titla í upp alla yngri flokka. Arnarþyr í með ákaflega mikilvægt mark, heggur hérna á hnútinn. Búið að vera svolítið styrðar síðustu mínútur í sókninni, en virkilega gott mark hjá Örnu. Já, Elín Rósa með fintuna tilbaka. Þarna hefði Ólöf átt að koma í hjálpavörnina og reyna að fiska ruðninginn. Það væri frábært að ná að minnka þetta niður í 3-4 mörk fyrir hálfleik, eða 4 mörk. Svana með virkilega góða vörslu, fær hann hérna í hausinn og er eitthvað vönguð. Emilia Dögg kemur aftur inn á. Aldrei gott að fá Jæja. Þetta er eitthvað sem að hefði auðveldlega verið hægt að dæma á. Leikmaður með 20, Elín Helga hjá Val, var hérna á 5. skrefi. Já.
boltan yfir, kottum með hann yfir. Já, við erum óheppin og voru að skila sér heim. Átján 10, 3 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Og Emilia Dögg með virkilega góða vörslu. Eva óheppin og missir hérna boltan. Sendingin frá Örnu ljómandi fín. Sýnir hvað Arna Þyrí er með gott auga fyrir vellinum. Og Emilia Dögg Sigmarsdóttir heldur uppteknum hætti og Auður Brynja með hörku skot. Þegar Auður kemst á ferðina og fær þessa flugbraut sína og þá er erfitt að eiga við hana. Og Elín Rósa með hörkumark. 19-11. Þetta valslið er einfaldlega frábært. Þær mega ekki fara upp í ólífsdeildina af því að þetta er ungmennalið. En þetta er örugglega besta lið deildarinnar, myndi ég halda. Og Alana skorar. Virkilega gott að fá þetta mark. 12-19. Nú er að standa vörnina stelpur. Ekki fá á sig mark. Já, þá svarar Ásdís Þóra rétt eftir að ég sleppti orðinu. Var gott að fá mark. Glæsilegt. Virkilega gott að fá mark hérna inn í leikhlé. Mjög sterkt móralslega séð. Staðan 13-20 hérna í hálfleik.
Jæja, þá fer seinni hálfleikur senn að hefjast. Staðan 13-10. Búið að vera gríðarlega hátt tempó hérna í fyrri hálfleik. Mikill hraði og gæði og kraftur og allt þar fram eftir göttunum. Virkilega vel varið á Emilíu Dögg. Karlotta með hérna skot í millihæðina. Það sem auðvelt er að verja. Auður Brynja með virkilega gott mark. Heldur hérna uppteknum hætti. Skoraði síðasta markið fyrir lok fyrri hálfleiks og Karlotta með heppnismark fyrir hérna milli fóta Emilíu. Kara óöppin fær hérna gott færi, opnaðist hérna glöfa í horninu en vel varið hjá Sigurborgu í markinu. Elín Rósa með hörkumark. Hún er búin að vera iðin við kolan hérna í markaskorun í kvöld. Algjör gæða spilari í þessari deild. Getur fintaði báðar áttir skotið og hlaupið völlin upp og niður alveg á fullu gasi. Ólöf vinnur þetta boltan og Arna Þyrí með hörkumark. Eitt af hennar einkennis skot, skrefskot, stígur fram í gagnstæðan fót og setur hann niðri. Og Ásdís Þóra, þetta er ekki flókið fyrir hana. Á rétt. Nú kalla ég eftir því að Steinunn fái einhverjar sendingar inn á línu og við nýtum hana aðeins. Enda Valur að spila 5-1 vörn með sendirinn hátt uppi og þá skapast jú meira pláss undir. Þannig að Arna Þyrí og Auður þurfa að fara að finna Steinunni. Þurfum að fá nokkuð mörk frá henni. Já. Það þurfa stelpurnar aðeins að velja og hafna hvenar þær keyra upp og hvenar ekki. Það er búið að fara mikið gas í þennan leik, mikið keyrsla og nú er leikmaður númer 8 komin inn á. Viktoría McDonald Þorkelsdóttir, virkilega
Gaman að sjá hana komin inn á völlinn. Viktoría var ekki með í síðasta leik. Hún er hörku skytta sem að gefur liðinu mikið. Gefur liðinu skotóknun og meiri breytt og svo videre. Já. Þetta er bara hárréttur dómur. Ída fiskar hérna vítið og Ásdís skýtur hérna fyrsta tempói og skorar 24-16. Já. Nei. Já, dómarinn hann Eyþór Jónsson, hann gefur merki að þarna hafa hann gert mistök og virkilega bara vel gert hjá honum að gefa það til kynna strax. Gott Auður, náði hérna boltanum. Þá er Sóley Bjarkadóttir komin inn í vinstra hornið. Það er nú kannski alveg verið hægt að dæma fríkast á báðum endum vallarins núna. En dómararnir láta leikinn fljóta. Virkilega Steinun óheppin þetta, en á samanskapi gaman að sjá þessa stóðsendingu inn á Steinunni. Líkt og ég talaði um áðan að við þurfum að fara að nýta hana meira. Hún tekur mikið til sín hérna á línunni og þurfum að fá í hverjum leik helst 5-6 mörk frá henni. Og þá er það Hanna Karen úr horninu. Þetta er bara gríðarlega efnilegur hornamaður, hávaxinn, hoppa vel upp og býður. Sér hvað markmaðurinn ætlar að gera og setur hann svo. Viktoría óheppin. Þetta er ekkert annað en víti. Leikmenn Vals inn í teig að verjast henni Steinunni. Og Arna Þyrí skora hérna úr vítinu. – 25-17, 20 mínútur eftir að leiknum. Samt sem áður þurfa Víkingstelpur að vera svolítið klókar hérna. Ef ég segi alveg svo að gæti Valslið unnið mjög stórt hérna í kvöld ef að við ætlum að
Keyra en já, Viktoría með virkilega gott mark. Hún kemur hérna gríðarlega fersk inn og sýnir hvað liðinu vantaði að hafa hana í síðasta leik. Hávaxinn og getur heldur betur blaffað á markið. Virkilega góð vörn hérna. Elín Rósa fiskar hérna víti. Þá kemur Svana Björg í markið og freista þess að verja frá Ásdísi Þóru. En þetta er að mínu viti fríkast. Alls ekki sami hraði í þessu eins og var í fyrri hálfleik, enda ákaflega eðlilegt. Hraðin og tempóið hérna fyrsta korterið var með engu lagi líkt. Ólöf kemur hérna út af og Karolína Ósk Arndal Sigurlaugadóttir kemur í raun á. Nú var gaman að sjá Víkisliðið aðeins að reyna að opna hornin, spila breytt, fá margar sendingar. Og Arna Þyrí með þetta baneitraða skrefskot sitt. Þá er það Berglind Gunnarsdóttir sem skorar hérna gott mark af línunni. Og Viktoría hleypir af en boltinn rétt yfir. Sjáum að Valsliðið er með ýmis sóknarafbrigði, eru með fullt af taktíkum. Virkilega gott mark núna hérna hjá Auði.
spila hérna Kairo vinstri og aftur leysir hægri skyttan inn, fara í 4-2 enda valsliðilega gott í öllum þáttum sóknarleiksins, hvort sem það er að vinna með línu eða horni eða skot utan af velli eða gegnumbrot. Þær eru með afar fjölbreytt vopnabúr. Já, boltan yfir Örnu. En Signý Pála að vandanum að vaxin og skorar hérna gott verð hérna gott skot. Já, ekkert á þetta. Glæsilegt. Arna með frábæra sendingu og Alana skorar. Alana Elín ákvæðlega snögg upp völlinn og Arna fyrir fljóta átta sig. Sá hún var dauðafrí. Það verður nú bara að rósa Víkingstelpunum fyrir virkilega góða framistöðu hérna fyrstu 47 mínútur á móti gríðarlega öflugu valsliði og algjör kúvending frá síðasta leik á móti Aftureldingu þar sem að Víkingstelpunar voru alls ekki að finna fjölina. Allt annað að sjá til þeirra núna hérna í kvöld. Allt önnur líkamstjáning, mikil jákvæðni, stemming og barátta. Og Helga Lúðvíka skorar hérna mjög gott mark. Keyrir hérna inn á miðju og setur hann. Hanna Karen skorar hérna á horninu og Karolína Ósk fær 2 mínútna brottvísun. Þetta var nú lítið snerting hjá henni en samt nóg til þess að réttlæta þennan brottvísunardóm. Og þá erum við einu færri hérna. Engin línumæður, spilum bara með 5 fyrir utan. Kemur væntanlega innlýsing hérna frá Sóley. Já. Eins og ég talaði í síðasta leik að Víkingslið er í uppbyggingafasa og þær eru að æfa gríðarlega vel og eru að leggja sig mjög vel fram og það þarf bara að halda áfram að bæta sinn leik, þróa sinn leik og framfarirnar eru augljóslegar á tiltölulega skömmum tíma og þetta er langhlaup. Ester kemur hérna inn, Helga. Já.
Styttist í að Víkingur fái mannin inn, leikmannin þar að segja. Nú verður að koma skot. Auður Brynja með alvöru neglu hérna af ákaflega löngu færi. Stað 23-30. Kemur hérna löng sending niður í hornið. Þetta á Emilía að verja og það veit hún sjálf mæta vel. Það er bara að taka næsta bolta. Já. Fara hérna í Kaíró hreyfingu. Ég vil fá boltan yfir á Auði núna. Nei, Örni þýri minni. Já. Glæsilegt. Virkilega vel gert. Arna þýri sem endranær fljótað. Sjá frían mann. Frían leikmann og Helga Lúka skora hérna, gott marka enn og aftur eru valstelpunnar ákaflega fljótara að svara hæl. Eins og ég er búinn að tala hérna í allt kvöld, þetta er hörkulið, geysilega efnilegt lið og já. Já. Þetta verða stelpunnar að passa. Rúmar 7 mínútur eftir að leiknum og við þurfum að klára þennan leik. Ásdís Þóra, hún skorar. Ekki er ég með tölun á því hvað hún er búin að skora hérna mörg í kvöld en þau eru þó nokkur. Já, Alanna kemur út, svo kallega keyrir hreyfingu aftur og boltan yfir. Virkilega vel gert. Viktoría með virkilega gott undirrættaskot eða láskot eins og Ómar Ragnarsson kallaði þetta einhvern tímann hérna fyrir 30-40 árum þegar hann var að lýsa leikjum. Allir hættir að nota orðið láskot í dag en gaman að þessu einhver síður. Já, virkilega þetta voru nú litla sakir, þetta var nú bara hörku barátta hjá Hallunu og hún var bara með ásetningi að ná boltanum, engu öðru en svona er þetta. Dómararnir gera mistök eins og leikmenn og þetta er nú bara tiltölulega nýtt par hérna, dómarapar í boltanum og bara gaman að fá þá inn. Það þarf
Það þarf alltaf að eiga sér stað fjölgun og endurnýjun þar eins og í leikmannamálum. Þannig að Ida Margrét með hörkuskot. Hún er af miklum KR ættum, þessi stelpa. Já, Karolína kemur hérna. Já, virkilega vel gert. Viktoría fer þarna í skotfeik fintu. Fer síðan á milli 1 og 2 og droppar hann í horn. Og Ólöf með góða vippu, laus á haus eins og þetta er kallað á handboltamáli. Já, sjá Ólöfu. Já, klassi. Ólöf Kristín óöppin. Þarna fyrir sem fyrr fljóta sjá lausan leikmann. Og Helga alla leið. Glæsilegt hjá Helgu Lúðvíku. Fagnar þessu vel og innilega. Helga verið í Víking upp alla yngri flokka og alltaf gaman að sjá unga leikmenn spila og standa sig í meistaraflokki eftir að hafa verið upp alla yngri flokka. Og þá er það Vala Magnúsdóttir með gott mark af línunni. Staðan 27-35, 2,5 mínútur eftir. Já, boltan í, smá misskilningur hérna hjá Steinunni og Viktoríu. En eins og ég sagði hann, mikil framför frá leiknum móti Aftureldingu. Allt annað að sjá til liðsins og ljóst að já, þetta var erfitt hjá Viktoríu. Skotvinkillinn var frekar þröngur hérna. Erfitt undir þessum kringumstæðum að fara í undir þetta skot. Og það var að Elín Ísold sem að skýtur hérna fram hjá leikurinn að fjara hérna út. 27-36, þetta er bara eins og ég sagði hann, Valur bara með dúndurlið og erfitt að eiga við það. En að samanskapi mikil framför hjá Víkingstelpum frá síðasta leik. Það þurfa bara að halda áfram að
byggja ofan á þessari framistuðu og bara taka næsta leik. Og Katrín Guðmundsdóttir rífur sig hérna upp, skora bara gríðarlega gott mark og hún bara að gera tilkall til þess að fá að spila meira í skiptistöðunni en Steinunn Birta fær hérna tökjumyndabróttusun. Steinunn Hörð í hornataka. Ná einu marki í lokin hérna, 4 sekúndur eftir. Ásbreytt frá því. En við þökkum bara fyrir í kvöld og minnum á næsta leik hjá Víking. Karlalið að spila annað kvöld á móti Valu. Við bara hvetjum alla Víkinga til þess að stilla inn sem og aðra, en við þökkum fyrir í kvöld. Takk.